Leikurinn var fyrsti heimaleikur F-áinga í deildinni í ár og leikið á grasvellinum í Kaplakrika þar sem Adolf Daði Birgisson kom F-áingum yfir í 1-0 á 70 mínútu. Framarar voru þó fljótir að svara fyrir sig því Ægir Jarl Jónasson jafnaði metin í 1-1 á 8. mínútu. Þetta var aðeins reykurinn að réttunum því staðan var orðin 2-1 á 11. mínútu þegar Tómas Orri Róbertsson kom F-á yfir á ný. Framátti Urmul færa í fyrri hálfleik en í stað þess að jafna bætti Úlfur Ágúst Björnsson í forystu FH á 45. mínútu og 3-1 stóð í hálfleik. En Framarar komu grimmir inn í seinna hálfleikin og voru mun sterkari. Það skilaði sér því Þorri Stefán Þorbjörnsson minnkaði munin í 3-2 á 52. mínútu og skoraði þar með annan leikinn í röð. Fyrirliði Fram, Kenny Choppart, sá svo rest þó með aðstoð Brasilíumannsins Fred sem átti 3 stóðsendingar í leiknum. Choppart jafnaði í 3-3 á 65. mínútu og það var svo 17 mínútur fyrir leikslok að Kenny Choppart fullkomnaði endurkomu Framara þegar hann kom þeim yfir í 4-3 og tryggði leið sætan sigur. Fram nú í 4. sæti með 10 stig. Með 15 stig en Víkingur gat með sigri á Keflavík komið sér í 13 stig í annað sætið. Gunnar Vatnhamar kom Víkingi yfir í Keflavík í gærkvöld áður en Marin Birgits jafnaði fyrir heimamenn í 1-1 á 33. mínútu. En undir lok leiksins voru Íslandsmeistarar síðasta ár sterkari. Valdimar Þór Ingimundarson kom Víkingi yfir í 2-1 þegar hann skoraði 12 mínútur fyrir leikslok. Og það var svo undir blá lok leiksins að Daniel Hafsteinsson gulltryggði sigurinn þegar hann skoraði og úrslitin urðu 3-1 Víkingi í hag. Stjarnan komst yfir snemma leiks gegn IA í Garðabænum í dag. Benedikt Varén skoraði með laglegu skoti eftir snarpa sókn strax á 10. mínútu leiksins og var þetta eina mark fyrri hálfleiks. Skagamenn jöfnuðu svo metin eftir tæplega kortersleik í síðari hálfleik. Markus Páll Ellertsson skoraði fyrir IA. Þegar 3 mínútur voru eftir slapp Viktor Jónsson svo í gegnum vörn Stjörnunnar. Hann lék á Árna Snæ Ólafsson í markinu og skoraði sigurmark Skagamanna. Þetta var fyrsti sigur IA í vor og liðið með 5 stig í 8. sæti. Það tók IBVF aðeins 14 sekúndur að skora gegn Breiðabliki. Eyjamenn settu stífa pressu á mark Blika í byrjun og Liam Daði Jeffs skoraði fyrsta markið. Kristófer Ingi Kristinsson jafnaði svo metin fyrir Breiðablik eftir rúmlega 20 mínútna leik með öruggum skalla og 1-1 stóð í leikli. Blikar náðu svo að snúa stöðunni sér í vil eftir tæpt korter í seinni hálfleik. Viktor Karl Einarsson skoraði eftir skalla frá Kristófer Inga. Först leikatrið KR-inga, kemur hérna með útsnúning á hotspillunni, Hólmar skallar í burtu, boltinn hér á Gabriel, Gabriel sveiflar vinstri fætur með hættuleg bolti, 1-0 KR, KR nær hér fórustunni. Stefán Árni reynir að lyfta honum hérna en Ólafur Flóki kemst í þetta og Ólafur Flóki gerir þetta flókið og Stefán Árni, 2-0, og þetta eiginlega bara búið að liggja í loftinu og verður bankarunum getur við sagt. Sjáu þetta spil og KR-ingum að galopna vörnina. Þetta frábært spil. 3-0. Þetta gjörsamlega tæta valsvörninni, segir KR-ingar. KR-ingar tapa hér boltanum. Tryggvi stingur megin fyrir og hér skorar Dagur Orri. Ákvað að gefa hér 1 í mark í lokin KR-ingar. Boltinn framvöllin og hér sprettur og hvað Hörður Ingi að gera hérna? Amin Kosic aleinn, leikur hér á Fredrik og setur 4. markið. KR-ingar skora bara annað. 1-4 Amin Kosic. Það var hart barist innan sem utanvallar á Akureyri í dag en þá fór minna fyrir mörkunum því fyrri hálfleikur var markalaus. Áfram gekk erfiðlega að skora í síðara hálfleik þar til KA fekk vítaspyrnu þegar tæpar 5 mínútur voru eftir. Brotið var á Hallgrími Mar Steingrímssyni sem tók vítið sjálfur og skoraði. Þetta reyndist sigurmarkið og fyrsti sigur KA í sumar í Höfn og montrétturinn leið. Þór í 7. sæti með 6 stig og KA í því 9. með 4. Bara ótrúlega vel. Bara geggjaði stuðningsmenn og bara ekki til orð, bara geðveikt. Maður er búinn að bíða lengi eftir þessu og mjög spenntur en já, í dag var ekki dagurinn.